Dag, ég bið ykkur velkomin á fund með 581 í bæjarstjórn Hveragerðisbæjar sem haldinn í fundarsal að Breiðumörk 20 miðvikudaginn 15. maí 2024 klukkan 17. Og fundinn sitja Njörður Sigurðsson, Halldór Benjamín Hreinsson, Sandra Sigurðardóttir, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Alda Pálsdóttir, Eyþór H. Ólafsson, Pétur G. Markan og Íris Bjargmundsdóttir sem ritar fundargerð. Einhverjar athugasemdir við fundarboð? Engar koma fram og þá göngum við til dagskrár. Og fyrsti dagskrárliður ársreikningur Hveragerðisbæjar 2023, seinni umræða. Og hér lagður til síðar umræðu ársreikningur Hveragerðisbæjar fyrir síðasta ár. Og hingað á fundinum mættur Magnús Jónsson frá KPMG endurskoðun. Og hann ætlar að leggja hér fram skýrslu sína og kynna ársreikninginn og skýrsluna og ég vil bjóða honum að koma hér upp og kynna efnið. Gjörðu svo vel. Já, takk hérlega fyrir það og fundarstjóri, góði fundarmenn og bara gaman að vera með ykkur hér. Ég stend hér í fyrsta sinn. Heiti Magnús Jónsson og er endurskoðandi hjá KPMG og nú erum við komin hér við síðari umræðu ársreiknings Hveragerðisbæjar. Hann hefur farið sína leiði gegnum fyrri umræðu og í dag er 15. maí þannig að það er þá síðasti dagur til að afgreiða ársreikning samkvæmt sveitarstjórnarlögum og hann er þá lagður fram hér til afgreiðslu og undirritunar bæjarstjórnar og endurskoðanda. Ég ætla að fara yfir svona helstu niðurstöður ársreikningsins og skýrslu okkar endurskoðenda og svara svo spurningum og eiga við ykkur samtal eftir því sem þörf er á. Skýrsla á áritun bæjarstjóra og bæjarstjórnar liggur fyrir. Ársreikningur var lagður til fyrri umræðu og afgreiddur úr bæjarráði þann 15. apríl og þá var hann samþykktur sem tilbúinn til endurskoðunar. Þá hefst raunverulega okkar staðfestinga vinna. Hann hefur tekið einhverjum breytingum á leiðinni eins og ekkert óeðlilegt er og er hér lagður þá fram við síðar umræðu þar sem að bæjarstjórn og áritar. Í skýrslu bæjarstjóra og bæjarstjórnar eru bara hefðbundin umfjöllunarefni, svona lágmarkskröfur samkvæmt sveitarstjórnarlögunum og helstu niðurstöður ársreikningsins, upplýsingar álagningar, hlutföll og svo framvegis. Skýrsla og áritun endurskoðanda er svo það hefur frosið hér á blaðsíðu 4 og 5. Ég ætla að prófa. Áritun okkar endurskoðanda er hefðbundin og fyrirvaralaus. Hún er dagsett í dag og er undirrituð af mér. Ég ætla svo ekki að dvelja við hana. Helstu niðurstöður rekstrarreiknings sveitarfélagsins eru fyrir samantekin A og B-hluta að heildartekjur eru ríflega 5 milljarðar, 5.066 milljónir, sem er nokkur aukning bæði frá fyrra ári og miðað við áætlun með viðaukum. Áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir 4,6 milljörðum rétt ríflega í heildartekjur, meðan að í ársreikningi 2022 námu heildartekjur sveitarfélagsins 4,4 milljörðum. Nú, stærsti hluti teknanna eru útsvar og fasteignaskattar, þar að segja hefðbundnar skatttekjur upp á 2,7 milljarða. Framlög jöfnunarsjóðs nema tæpum milljarði, 960 milljónum tæpum og síðan eru aðrar tekjur upp á 1400 milljónir rétt ríflega. Á móti þessu eru svo rekstrargjöld sem nema samtals 4,4 milljörðum eða 4.450 milljónum tæplega, meðan á fyrra ári námu heildarrekstrargjöldin ríflega 4 milljörðum og því voru að gera ráð fyrir því í samþykktri áætlun með viðaukum að heildarrekstrargjöld sveitarfélagsins næmu 4.145 milljónum. Nú, laun og tengd gjöld taka til sín stærstan hluta teknanna hlutfallslega. 2,5 milljarður ríflega fer til að greiða laun og tengd gjöld. Áhrif lífeyrisskuldbindingar eru
ríflega 150 milljónir sem eru heldur umfram bæði fyrra ár og áætlun en skýrist að hluta af uppgjöri við brú lífeyrissjóðs sem að sveitarfélögin tóku á sig og eru að gjaldfara í rekstri sínum. Síðan annar rekstrarkostnaður þarna upp á 1750 milljónir rétt ríflega. Það skilar rekstrarniðurstöðu fyrir afskriftir á fjármagnsliði sem þá jákvæð upp á 620 milljónir tæplega. Fyrir sama tímabil í fyrra vorum við með 380 milljón króna jákvæða rekstrarniðurstöðu fyrir afskriftir á fjármagnsliði og því voru að gera ráð fyrir því áætlunum ykkar að rekstrarniðurstaðan væri 462 milljónir rétt ríflega. Nú afskriftir nema rétt tæplega 150 milljónum sem þýðir rekstrarniðurstöðu upp á 471 milljón og síðan eru áhrif fjármagnsgjalda umfram fjármunatekjur tæplega hálfur milljarður. Þannig að samantekin rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins fyrir samantekin A og B hluta neikvæð sem nemur tæplega 30 milljónum. Vegna ársins 2022 þá nam sambærilega fjárhæð 280 milljón króna halla og þið voruð að gera ráð fyrir því í ykkar áætlunum að hallarekstur ársins næmi rétt ríflega 110 milljónum, 113 milljónum nánar tiltekið. Fyrir A-hlutann, ef við horfum á A-hlutareksturinn sérstaklega, þá eru heildartekjurnar tæpir 5 milljarðar, heildarrekstrargjöldin 4,3 og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði 611 milljónir. Áhrif afskrifta á A-hlutann eru 114 milljónir og áhrif fjármagnsgjalda umfram fjármunatekjur nema þarna 480 milljónir. Þannig að þið sjáið að lungin af rekstri sveitarfélagsins liggur í A-hlutanum og þarna erum við búin að taka tillit til hlutdeildar ykkar og áhrif af samstarfsverkefnum og öðru slíku. Það þá komið þarna inn. Þannig að rekstrarniðurstaða A-hlutans jákvæð 25 milljónir rétt tæplega miðað við 250 milljón króna hallarekstur á fyrra ári og 111 milljón króna hallarekstur samkvæmt ykkar áætlunum með viðaukum. Nú ef við færum okkur yfir í efnahagsreikninginn þá eru heildareignir Hveragerðisbæjar í árslok 2023 rétt ríflega 7,7 milljarðar og eignir aukast fyrir samstæðuna milljarð tæplega á milli ára. Eignirnar skiptast í langtímaeignir sem sveitarfélagið heldur og nýtir til að sinni starfsemi og svo skammtíma eignir sem eru þá flokkaðir sem veltufjármunir og við erum að gera ráð fyrir því að innheimtist eða velti eða verði handbærir á næstu 12 mánuðum. Nú, stærsti hluti eignanna eru langtímaeignir eins og eðlilegt í starfsemi sveitarfélaga. Fastafjármunir hér fyrir miðri síðu eru 6,7 milljarðar. Lungin af því liggur í fastafjármunum, varanlegum restarfjármunum, fasteignum, veitukerfum, lóðum, vélum og tækjum og svo leiguðum eignum. Eru 6,4 milljarðar. Og síðan eru rétt ríflega 330 milljónir í áhættufjármunum og langtímakröfum og þar vega þyngst eignarhlutir í félögum og stofnframlög upp á 100 milljónir, langtímakröfur upp á 37 og svo fyrirgreiddur kostnaður upp á tæplega 200 milljónir sem tengist uppgjöri við brú lífeyrissjóðs sem var framkvæmdir fyrir nokkrum árum síðan og öll sveitarfélög eru með í sínum bókum. Nú, veltufjármunirnir eru stærsti hlutinn þeirra, þeir nema tæplega milljarði króna. Stærsti hlutin eru óinnheimtar tekjur sem eru þá bara óinnheimtar skatttekjur og aðrar tekjur sem að sveitarfélagið að innheimta og eru útistandandi í árslok og eru þá bara innheimtast núna á fyrstu mánuðum ársins. Þarna búið að taka tillit til niðurfærslu og svona áhættumetra þetta kröfusafn og þetta þá sett fram nettó, þar að segja að þeir búið að draga frá varúðarfærslu sem að rétt þykir að færa. Óverulegur fyrirverkandi kostnaður liggur þarna og svo aðra skammtímakröfur sem felast í fjármagnstekjuskatt og öðru slíku. Síðan félagið með handbært fé upp á 212 milljónir í árslok. Nú á móti eignum liggja skuldir og eigið fé. Eigið fé sveitarfélagsins nemur rétt tæplega 1100 milljónum, 1 milljarði og 76 milljónum og breytist sem nemur afkomu ársins og svo endurmati lóða og lendna sem að sveitarfélögum heimilt að færa að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
Síðan eru skuldirnar settar fram í 3 flokkum, þar að segja eftir eðli og svona greiðsluröð. Skuldbindingar eru flokkaðar þar sem óvissa bæði greiðsluröð og endanlega fjárhæð. Þar liggur lífeyrisskuldbindingin undir. Hún reiknuð upp á hverjum reikningsskiladegi en tekur svo eðlilega breytingum miðað við hvernig rétthöfum reiðir af og svo framvegis. Síðan eru hefðbundnar langtímaskuldir, þar að segja skuldir við lánastofnanir, sem eru þarna 4,4 milljarðar tæpir og það þá sá hluti langtímaskuldirnar sem kemur til greiðslu 2025 og síðar. Og síðan eru leiguskuldbindingar sveitarfélagsins þarna upp á 250 milljónir tæplega, sem eru þá samningar fasteignir og mannvirki sem sveitarfélagið hefur gert til lengri tíma en 3 ára og eru þá færðar bæðist til eignar og skuldar. Skammtímahlutin eru svo næstárs afborganir þessara skuldbindinga, það er að segja lífeyrisskuldbindingar, langtímaskulda og leiguskulda, sem eru þarna 41, 371 og 22 milljónir. Síðan innlausnin á fyrirframvirðum tekjum þarna 1200.000 og veruleg fjárhæð og síðan þá stóra talan í þessu aðra skammtímaskuldir sem að sveitarfélagið með ógreiddar í árslok og tengjast launum, tengdum gjöldum, virðisaukaskatti og öðru slíku. Þannig að þetta tæpur milljarður og heildarskuldir og skuldbindingar Hveragerðisbæjar eru þá 6,6 milljarðar samanborið við 5,8 milljarðar á fyrra ári. Sjóðstreymi yfirlitið, og þar erum við bara með sömu framsetningu og við erum með í rekstrarreikningnum. Við erum með rauntölur áætlun með viðaukum og fyrra ár og við sjáum það að þó það sé hallarekstur á samanteknum A og B hluta upp á 27 milljónir og 28 milljónir tæpar. Þá veruleg fjármunamyndun tengt rekstri sveitarfélagsins og verulega bæting á fjármunamyndun getum við sagt á milli ára. Þegar við höfum tekið tillit til reiknara stærða sem ekki hreyfa handbært fé, svo afskrifta, verðbóta og breytingar á lífeyrisskuldbindingum, þá veltufé frá rekstri rétt ríflega 650 milljónir fyrir samstæðuna, miðað við 360 milljónir á fyrra ári og þið voruð að gera ráð fyrir því í áætlunum ykkar að veltufjármyndun yrði rétt tæplega 400 milljónir. Við tökum svo til breytinga á rekstrartengdum eignum og skuldum sem að hafa jákvæð áhrif upp á 76 milljónir sem þýðir þá að sveitarfélagið hefur handbært fé frá rekstrinum sínum á árinu 2023 upp á 727 milljónir rétt ríflega. Þeim fjármunum ráðstafað að öllu leyti til fjárfestinga. Það eru fjárfestingar samtals upp á rétt 850 milljónir fyrir sveitarfélagið, nokkuð umfram áætlanir sem gerðu ráð fyrir fjárfestingum upp á 765 milljónir og fyrir ári voru fjárfestingar upp á nettó eða fjárfestingar upp á 70 milljónir svo komu tjónabætur vegna tjóna á mannvirkjum á móti, þannig að þetta var þá jákvæð stærð. Þið fjármagnið það sem upp á vantar með langtímaláni, það tekið langtímaláni upp á 600 milljónir og þið nýtið það þá til þess að brúa bilið varðandi fjárfestingarnar, greiða af skuldum, langtímaskuldum og leiguskuldum og afgangurinn fer þá bara sem hækkun á handbært fé. Handbært fé hækkar því 93 milljónir á milli ára, nam 118 milljónum í upphafs og þið eru þá með þessar 212 milljónir handbærar í árslok. Síðan taka bara við hér hefðbundnar skýringar sem ég ætla svo sem ekki að fara í nema sérstaklega verði óskað eftir eða spurt út í. Heldur ætla ég kannski að fá bara að færa mig yfir í endurskoðunar skýrsluna og sjá hvort ég næ henni hérna upp á skjáinn. Hún hefur verið send bæjarfulltrúum og endurskoðunarskýrslunni raunverulega beint til bæjarstjórnar en það svo sem ekki ætluð önnur dreifing en sú og ég ætla svona að kynna helstu niðurstöðurnar hér. Þetta auðvitað hluta til svona við getum sagt nokkuð stöðluð framsetning, það ákveðin mál sem okkur ber að fjalla gagnvart ykkur, við þurfum að upplýsa ykkur ýmis mál, umfang endurskoðunar, mikilvægismörk sem við nýtum og svo framvegis. En að sama skapi notum við líka skýrsluna til þess að koma á framfæri ábendingum eftir því sem við á og eins ef við viljum útskýra eða greina frá einhverju sérstökum hlutum. Þannig að skýrslan, hún er nokkuð umfangsmikil, það er að segja
að blaðsíðufjölda, þannig að við förum kannski hratt yfir sögu. Inngangurinn raunverulega bara eðli og efni skýrslunnar og þær takmarkanir raunverulega sem við setjum á. Okkur þykir mikilvægt að eiga þennan vettvang svona tiltölulega ómengaðan gagnvart bæjarfulltrúum. Þannig að einhver sveitarfélag fara þá leið að birta skýrsluna. Það ekki eitthvað sem að henni ekki ætlaður sá tilgangur, heldur bara beint til ykkar sem bæjarstjórnar og svona þessar takmarkanir eru settar fram á blaðsíðu 21. Helstu niðurstöðurnar eru svo dregnar saman á einni blaðsíðu. Það hér áherslur okkar sem að lúta mikið að innra eftirliti og svona sniðgöngu stjórnenda og innra eftirliti. Og íslensku myndi maður nú kannski segja að það væri skipulag í kringum fjármál og fjárreiður, kerfi, hvernig þau virka, hvernig svona meðhöndlun í kringum þau mál. Okkur ber að framkvæma stjórnsýsluskoðun sem hefur verið gerð og við höfum skilað niðurstöðum til bæjarstjóra varðandi það og svo önnur atriði sem að upp kunna koma og við leggjum áherslu á. Við þurfum líka að upplýsa ykkur um hvort það eru skekkjur eða óleiðréttir mismunur í ásetningnum og það ekki. Allir mismunir sem hafa komið upp og þurft að leiðrétta hafa bara verið leiðréttir og svona samvinna við stjórnendur verið góð varðandi það. Slíkar skekkjur geta líka falist í ágreiningi mat á eignum eða mat á málum eða framsetningarmál en það ekkert slíkt í okkar vinnu og niðurstöðurnar eru engin mismunir hafa komið fram. Við tiltökum þetta mál sem eru þá afgreidd á þessum fundi. Þetta auðvitað sérstakt þetta ferli við afgreiðslu ásetninga sveitarfélaga. Þetta getur í prinsippinu, þið getið tekið ásetningin til fyrri umræðu 1. janúar og verið svo afgreiðan 15. maí, þannig að það getur margt gerst á leiðinni, þannig að við leggjum áherslu á það á þessum fundi þessi formlega afgreiðsla. Stjórnendur undirrita staðfestingarbréf sem staðlabréf sem við sendum. Þið, bæjarstjórn, afgreiðið og áriti reikninginn, endurskoðandi árita reikninginn og við gefum út lokaútgáfu af endurskoðunarskýrslunni. Við viljum svona halda þessu vel til haga. Við upplýsum þarna mikilvægismörk sem eru svona kannski tæknilegt mál en okkur ber að reikna þessi mikilvægismörk sem eru þá hve há skekkja gæti verið í þessum ásetningi án þess að það hefði áhrif á lesandann eða notandann. Og við reiknum þessi mikilvægis út frá umfangi, heildartekjum, heildareignum eða öðru slíku. Og þarna segjum við ef við erum með mismunir sem eru allt að 7 milljónir, þá myndum við greina ykkur frá slíkum mismunum. En að því sögðu þá eru engir mismunir sem við erum að eiga við, allt hefur verið leiðrétt og að því sem við best vitum eru engir verulegir mismunir í ásetningu. Umfangi þannig að við erum með raunverulega allt undir á B-hlutastofnanir og það upplýst það á blaðsíðu 5 og 6. Það líka fjallað þessi samstarfsverkefni sem eru býsna mörg hér á Suðurlandinu og eins og þið þekkið. Við fjöldum veikleiki í stjórnsýslu sem voru engir verulegir og það ágætt kannski að hnykkja því að þetta orðalag okkar verulegu veikleiki þýðir raunverulega að ef að veikleikar eru þess eðlis að við teljum þá verulega þá koma þeir inn í þessa skýrslu og við upplýsum bæjarstjórnum það. Aðrir veikleikar sem felast í umbótatækifærum eða einhverju sem við viljum sjá sett í ferli, þeim veikleikum bara flaggað beint til stjórnendur. Það bara svona staðlaverklag hjá okkur. Og það eru bara sérstakar skýrslur sem eru þá svona tiltölulega praktískar, settar fram í punktaformi þar sem við bara listum upp það sem við viljum svona sjá að betur mætti mögulega fara. Þetta á við stjórnsýsluna og þetta á líka við veikleika í innra eftirliti. Það þó einn veikleiki sem við teljum þess eðlis að við viljum benda á og flagga við bæjarstjórn og hann snýr að heimildum og svona veikleikum sem snúa að aðgreiningu starfa og svo sem ekkert óalgengur hjá sveitarfélögum af kannski þessari stærð, þar sem ekki mikið fjölmenni á skrifstofu og svo framvegis en það mikilvægt að hnykkja á því að það að segja að það búið að skoða mjög vel mögulegar afleiðingar af þessum veikleika og ekkert óeðlilegt komið fram. En veikleikin felst raunverulega því að eiginlega þangað til að endurskoðandi fer yfir. Það gæti verið eitthvað sem hefur komið upp og verið í gangi allt árið. Þannig að það uppgötast þó ekki fyrir en að það framkvæmd full endurskoðun á reikningi. Það áhættan. Þið sem stjórnendur þurfið bara að vera meðvituð það
og svo það bara spurning hvort að það skynsamlegt eða hagkvæmt að gera ráðstafanir. Við hvetjum stjórnendur til að gera allt sem mögulegt innan svona þess ramma sem menn hafa, en við erum ekki að krefjast þess að menn fari í mannaráðningar eða eitthvað slíkt bara til þess að geta komið í veg fyrir þennan veikleika. Umfangið hér á blaðsíðu 5 og það þá fyrst bara hvað undir í þessum ásetningi. Það eru þá allar A-hluta og B-hlutastofnanir og þau samstarfsverkefni sem að Hveragerðisbær þátttakandi í. Og við erum þá með 88% af umfanginu fellur þá bara undir endurskoðaðan ásetning og svo erum við þó með fasteignafélagið sem þá óendurskoðað og svo erum við með samstarfsverkefni 11%. Og þau eru svo listuð upp hér á næstu síðu eftir. Þau eru þarna nokkur talsins og þarna sjáum við hver hlutfallslega Hveragerðisbær ber ábyrgð á þessum verkefnum og þetta eru allt endurskoðaðir ásetningar. Það kannski ágætt svona bara út frá svona praktískum sjónarmiðum að við vinnslu ásetningar og framsetningu þá erum við að bíða svolítið eftir því að þetta klárist af því að þetta þarf að komast inn í reikningana og það er bara svona praktískt mál sem að kannski sveitarstjórnarmenn á svæðinu þurfa að huga að, svona hvernig vinnslan, það allir í sama bátnum í því, menn að bíða eftir því að fá þessi gögn til þess að geta klárað og loka reikningunum sínum. Síðan eru hér bara, og ég ætla kannski ekki að fara djúpt í hvert lið fyrir sig, en skýrslan þannig framsett að við fjöllum þessa áhættuliði, það að segja mögulega stiðgöngur stjórnenda og eftirlitskerfum og það vera skylduaðgerð því að stjórnendur eru bæði í þeirri stöðu að hafa mikinn aðgang. Þeir hafa iðulega þekkingu og tækifæri til þess að misfara með fjárhagsupplýsingar og þess vegna það bara átómatist að þeir fá sérstaka athygli í okkar vinnu. Engar vísbendingar komu fram sniðgöngu eða neitt slíkt, þannig að þið sjáu að við lýsum áhættunni, við lýsum þeim aðgerðum sem við beitum til að bregðast við henni og við tilgreinum niðurstöðum okkar. Þannig framsetningin. Þannig förum við mögulega stiðgöngu stjórnenda, við förum yfir innra eftirlit og fjárhagskerfi og þarna veikleiki sem ég nefndi, svona vel útlistaður þarna í niðurstöðum okkar. Við erum svo með stjórnsýsluskoðunina og þar sem engir verulegir veikleikar komu fram og síðan fjöllum við og hvernig við endurskoðum rekstrartekjur, laun og tengd gjöld, varanlega rekstrarfjármuni, stofnframlög og eignarhlut í félögum og þessar samrekstrareiningar sem ég ræddi áðan, ónýttar tekjur og aðra skammtímakröfur og það eru svona aðeins tölulegar upplýsingar sem eru þetta líka í ásetningunum en það er alltaf tilvísun í skýringar þannig að maður getur svona lesið sig á milli þessara gagna. Fjöllum við lífeyrisskuldbindingar, skuldir við lánastofnanir, leiguskuldir og síðan taka við það sem við fjöllum sem svona ítarefni, það er að segja það eru þá upplýsingar sem okkur skylt að veita bæjarstjórn samkvæmt bæði sveitarstjórnarlögum og ekki síður lögum því regluverki sem við vinnum eftir, alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum og allt sem þarna á grænu þá bara afgreitt og engar athugasemdir og við erum þá með einn rauðan punkt sem snýr þessum veikleika innra eftirlit sem ég fjallaði. En þarna fjallað staðfestingarbréf sem hefur verið afgreitt af stjórnendum, við höfum horft til tengdra aðila og sett fram upplýsingar gagnvart þeim. Það er ekki sérstök önnur mál sem við viljum vekja athygli á. Áritunin mun verða fyrirvaralaus og engin sviksemi eða grunur sviksemi eða það hafi verið eitthvað ólöglegt athæfi að ræða eða fylgni við lög, það er staðfest. Þeir ytri sérfræðingar sem eru nýttir, sem eru þá tryggingarsérfræðingar, eru starfi sínu vaxnir og eru ótengdir og óháðir sveitarfélaginu. Umbeðin gögn og skýringar hafa verið afhent og allt samstarf við stjórnendur verið með ágætum. Staðfestingar óhæði, ég og mitt fólk óháð sveitarfélaginu. Reikningsskila aðferðir eru eðlilegar og í samræmi við bæði sveitarstjórnarlög og lög ársreikninga. Við höfum rætt helstu niðurstöður ársreiknings við stjórnendur, það meðal annars þessi fundur. Við höfum átt fundi líka í aðdragandanum, bæði bæjarráð og ágætur fundur með minnihluta sem mér finnst fara vel á að menn hafi góðan aðgang að sínum endurskoðanda.
Rekstrarhæfið engar efasemdir getu sveitarfélagsins til að sinna sínu hlutverki og það engir óleiðréttir mismunir í þessum gögnum. Óhæðið, við erum óháð sveitarfélaginu og staðfestum það og skjalfestum og svo ég með þennan fyrirvara sem ég nefndi áður og við viljum bara svona halda honum til haga, ekki að því að þetta sé einhver leyndarmál í þessari skýrslu, heldur bara til þess að halda ákveðinni línu varðandi tilgang skýrsluna. Síðan erum við með, og þetta svona það sem við gerum í gagnvart þeim sveitarfélögum sem við erum að endurskoða, við drögum saman í viðauka svona lykiltölur og hvernig menn að mátast við fjárhagsreglur sveitarfélagana, það er að segja jöfnunarreglu, skuldahlutfall og skuldaviðmið og fjöllum aðeins það svona í almennu máli hér fremst. Sveitarfélagið auðvitað eins og lög gera ráð fyrir með samþykkta fjárhagsáætlun fyrir framarsig til næstu 4 ára, frá 2024 til 2027 og þeir eru búin að samþykkja hana. Við vekjum athygli á COVID-reglunum sem enn í gildi, þannig að segja fjármálareglunum þeim var kippt úr sambandi, en núna 2025 þá koma þar aftur komast þar aftur í gildi. Það hefur efnisleg áhrif, þar að segja eftirlitsnefndin getur ekki aðhafst formlega á grundvelli reglana, en við leggjum auðvitað gríðarlega áherslu á það að menn horfi mjög stíft til þessara fjármálaregla í sínu rekstri. Og kannski bara þið auðvitað hafið þessi gögn, en það sem við erum þá að reyna að gera að setja í samhengi rauntölur síðustu 2 ára og fjárhagsáætlunar eins og hún birtist, leiðum þarna út rekstrarniðurstöðu og svo þessi svona lykil hlutföll sem við teljum að sveitarstjórnarfólk þurfi að horfa sérstaklega til. Það er að segja setjum svona veltufjármyndun í samhengi við greiðslubyrði lána, það er að segja þeirra skuldbindingar sem að sveitarfélögin hafa þegar tekist á hendur og svo þá framtíðar skuldbindingar sem felast þá í fjárfestingum og þá fjármögnun því tengd. Og ég ætla nú ekki að fara djúpt í þetta, en þið hafið þetta og þarna ýmsar upplýsingar sem þessu tengjast. Hluti af þessu eru auðvitað í lykiltölum með ásetningi og meira til. Og svo erum við þá jafnframt með þessar lykilstærðir, þar að segja að við erum að horfa á rekstrarjöfnun á hverju 3 ára tímabili. Og því að gera ráð fyrir því ykkar áætlunum að rekstrarjöfnunar kröfunum verði náð þarna 23 til 25, þá verðum við komið með jákvæða rekstrarniðurstöðu fyrir síðustu 3 ár. Framlegðarhlutföll eru með ágætum, myndi ég segja, 12,3% á árinu 2023 og batna verulega á milli ára og þið gerir ráð fyrir því að sá bati verði viðvarandi næstu ár. Sem auðvitað jákvætt og þarna sjáum við að Hveragerðisbær, þar A- og B-hlutin A-hlutin mjög svona ráðandi í þessu, það ekki mikill munur á áætlunum A- og B-hlutin. Við horfum hérna á skuldahluti, það sem að rauða strikið þakið sem við viljum ekki eða 150% hámarkið og þið sjáum við að skuldahlutfall, þetta einfalda hlutfall skulda í hlutfalli við tekjur þarna upp á 130 milljónir 130% fyrirgefið í árslok 2023. Þið gerir ráð fyrir því að það hækki samhliða fjárfestingum og fjármögnun en komi svo tilbaka á síðari hluta áætlunartímabilsins og nemi þarna 28 eða 29% fyrir samantekina á byrjun. Skuldaviðmiðið sem þetta leiðrétta hlutfall, það sem búið að draga frá veltufjármuni og þann hluta lífeyrisskuldbindinga sem kemur til greiðslu eftir 15 ára og síðar. Þetta þá lægra hlutfall í eðli sínu, nemur þetta rétt tæplega 100% í árslok 2023 og það þá sama kúrfan eykst yfir áætlunartímann fram til ársins 2025 en kemur svo tilbaka. Þetta skýrslan og þið hafið fengið hana, hún þá bara hér í endanlegu formi og ég heldur hún hafi verið komin inn í fundagögn. Þannig að öðru leyti þá liggur þetta bara frammi til umræðu og afgreiðslu. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir. Orðið laust. Og ef þið hafið spurningar líka til Magnúsar, gjörðu svo vel Eyþór.
Forseti, takk fyrir þetta, Magnús. Góður fundur, ég tek undir það með þér á mánudaginn. Svona kannski örfáar spurningar. Afskriftirnar lækka á milli ára og það vekur aðeins athygli vegna þess að eignirnar eru ekki að minnka. Þannig að ég velti fyrir mér hvers vegna það er að gerast. Svo spyr ég kannski að því við spurðum Magnús að þessu á mánudaginn að þá sagði að verður fjöldi starfsmanna, verður staðfestar tölur. Finnst þetta svolítið skrítið með að við séum alltaf búin að taka þarna yfir starfsmenn, eða yfir velferðarþjónustuna og skólavelferðarþjónustuna og fjölga starfsmenn hjá okkur, þannig að við svona aðeins spyrjum okkur, er þetta örugglega rétt? Þessar áætlanir sem að Magnús birti til 3 ára varðandi skuldahlutfallið er búið að taka leikskólaviðbygginguna inn í það skuldahlutfall og þann samning sem þarf að gera. Takk fyrir þetta, Eyþór. Orðið er ennþá laust. Ekki það sem að þú getur varpað ljósi á, Magnús? Já, þannig að ég kom upp eða... Þú mátt svara úr sæti. Já, bara úr sæti mínu. Já. Varðandi fyrningarnar snýr það bara hvernig fyrningarstofnanir að þróast. Einhverjir fyrningarstofnanir að klárast eða komin fyrir hrakverði. Svo koma fjárfestingar inn sem að mynda þá nýja fyrningarstofnar. Þá það líka að horfa í hvernig eðli eigna er þetta fasteignir, er þetta vélar og tæki, er þetta búnaður, það mismunandi hlutföll í því. Þannig að það er þá að skýra þennan mun með snúa fyrningunum. Varðandi og þið kannski aðrir sem geta svara fyrir starfsmannamálin en 2023 þetta eru bara staðfestar tölur úr kerfunum, þannig að við skoðum það sérstaklega eftir fundir okkar, þannig að það á kannski frekar hvort að 22 tölurnar hafa verið einhvern veginn öðruvísi meðhandlaðar og ég bara hvet til þess að skoða það í framhaldinu en 23 tölurnar eru staðfestar. Og þriðja var, varðandi fjárhagsáætlanirnar. Við erum tökum bara fjárhagsáætlanirnar eins og þær eru birtar á heimasíðu ykkar og leggjum út af þeim. Þannig að er ekki viss hvort að viðaukar ef þeir hafa mögulega verið samþykktir hafa verið komin þar inn en ef það er ekki þá er þetta upphaflega áætlun. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég bæta við stuttið svolítið afskriftirnar. Það hefur semst ekki verið breytt neinu varðandi hlutföll. Takk fyrir þetta. Spurning hvort að ég svara varðandi starfsmannafjöldan. Já, kannski. Jóhanna, já, gjörðu svo vel. Forseti. Og bara takk fyrir þennan góða yfirferð Magnúsar fyrir þessu og bara spurningar minnihluta, bara fínt að fá þetta fram. Varðandi starfsmannafjöldan þá skýrist þetta í rauninni að því sem að Eyþór kom sjálfur inn á. Það er rauninni breytingar á skóla- og velferðarþjónustunni og þeirri breytingu sem við vorum alltaf í þessu byggðarsamlagi og það breyttist. Það rauninni hafði þær afleiðingar að við erum þá kannski með færra starfsfólk heldur en að það er reiknað inn í. Ég allan að skilja það þannig en það er kannski ættu að taka fundarlí og skoða þetta eitthvað betur. Mér heyrist ég vera að svara þessu rétt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóhanna. Já, það er þannig að það voru hérna starfsmenn voru skráðir á Björgilsbæi sem voru þetta að sinna verkefni fyrir utan bæinn en svo þegar við tökum þjónustuna alveg til okkar að þá fækkar starfsfólki. En orðið er ennþá laust. Ég reikna með að hér séu meiri og minni hluti með bókanir. Spurning hvort að við viljum leggja það fram. Þetta er fundarhlé og við tökum fundarhlé klukkan 17:34.
Við höldum áfram fundi kl. 17:58 og orðið er laust og Sandra hefur beðið orðið kjörsókn. Forseti, já, mér langar aðeins að koma hérna upp hérna áður en að meirihluti myndi litið að leggja fram bókanir sínar. En kannski fyrst langar að þakka Magnúsi fyrir sína vinnu og mér langar að þakka starfsfólki bæjarins og stjórnendur bæjarins sem hafa svo sannarlega staðið við áætlanir og þeir hafa svo sannarlega haldið vel budduna. Og án þeirra skynsemi og ráðdeild í rekstri að þá var þessi niðurstaða möguleg, þannig að mér langar bara að þakka þeim kærlega fyrir það. En mér langar líka að benda á eins og meirihlutinn og þá sérstaklega okkar Hveragerði hefur verið að benda á undanfarin ár að hérna erum við að sjá að veltufé umfram skuldbindingar. Og síðustu ár hefur við verið að fjármagna fjárþörf og fyrir meirihlutinn hefur verið að vara auka við skuldir bara til þess að geta greitt af lánum. En svona kannski bara í lokin að þá langar mig að benda líka aðeins á að 3 ára fjárfestingaráætlun sem er samþykkt núna og ef hún gengur eftir, en auðvitað er þetta áætlun og langtímaáætlun, þá höfum við sett fram mjög góða áætlun og 3 ára áætlunin er þannig að við erum að sjá greiðsluafgang upp á 225 milljónir, 280 milljónir og árið 2027 erum við með uppsafnaðan greiðsluafgang upp á 2 milljarða. En í því samhengi og þá erum við samt sem áður líka að sjá að við erum að auka við innviða uppbyggingu. Við erum að sjá inn þessum áætlunum skólinn og skólahúsnæðið og 4. áfanginn. Við erum að sjá leikskólabyggingu, við erum að sjá íþróttamannvirki rísa og gervigrasvöll. Þannig að mér langar bara aðeins að vekja athygli á þessu og bara í grunninn þakka starfsfólki kærlega fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, Sandra. Ég legg til að bæjarstjórinn undirriti ársreikninginn bara í lok fundar, en orðið er ennþá laust. Á ég að koma undan hvernig bókunum eða vil ég hleypa á minni undan? Hvað sem er. Gjörðu svo vel. Jóhanna. Rekstur Hveragerðisbæjar styrkist. Niðurstaðan er betri en áætlun gerir ráð fyrir og innviðar fjárfestingar í öruggum farvegi. Niðurstaða ársreiknings Hveragerðisbæjar fyrir árið 2023 leiðir í ljós að rekstur bæjarins styrkist vel milli ára. Afkoman sýnir að sveitarfélagið er betur fjárhagslega sjálfbært og er vel í stakk búið til að standa undir skuldbindingum sínum við íbúa sveitarfélagsins og leið viðhalda nauðsynlegri innviðafjárfestingu sem hefur verið í forgangi þetta kjörtímabil. Traustur og ábyrgur rekstur er undirstaða fyrir Hveragerðisbæ til að standa undir þeim eftirtektarverðu vexti sem sveitarfélagið hefur gengið í gegnum undanfarin ár. Yfirstandandi er mikilvæg uppbygging við grunnskólann, ný bygging við Óskaland, er á framkvæmdastigi, gervigrasvöllur í keppnisstærð og hönnun viðbyggingar við íþróttahúsið eru allt mikilvægar fjárfestingar sem efla þjónustu og lífsgæði í Hveragerðisbæ. Í ljósi þessara framkvæmda sem og annarra mikilvægra verkefna er niðurstaða ársins 2023 sérlega jákvæð. Fá sveitarfélög í viðlíka vexti í miklum innviðafjárfestingum sýna jafn traustan rekstur. Rekstur ársins 2023 sýnir fyrst og fremst að sveitarfélagið er tilbúið að standa undir áskorunum næsta árs og komandi ára á ábyrgan og framsækin hátt. Í samandregnum lykiltölum er niðurstaða ársins 2023 eftirfarandi. Rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs eða A-hluta er jákvæð 25 milljónir króna en áætlun gerir ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu á 111 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða í samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta er neikvæð 28 milljónir króna en í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu að fjárhæð 113 milljónir króna. Heildartekjur A- og B-hluta eru 5.067 milljónir króna og heildarútgjöld án fjármagnsliða og afskrifta eru 4.448 milljónir króna. Afskriftir eru 147 milljónir króna og er því rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði hjá A- og B-hluta 471 milljónir króna en áætlun var 307 milljónir króna. Fjármagnsliðir eru 499 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir 420 milljónir króna í fjármagnsliði. Helstu frávik frá fjárhagsáætlun er innlausn tekna vegna gatnagerðar upp á 116 milljónum króna,
Gjaldfært var uppgjör vegna lífeyrissjóðsskuldbindinga Brúar A-deild upp á 48 milljónir króna og gerð var niðurfærsla á óinnheimtar tekjur upp á 66 milljónir króna. Önnur atriði sem gera frávik frá fjárhagsáætlun að tekjur eru 458 milljónir króna umfram fjárhagsáætlun og annar rekstrarkostnaður 314 milljónir króna yfir. Launakostnaður undir fjárhagsáætlun eða 83 milljónir króna. Hækkun vísitölu var mun meiri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir. Hækkun vísitölu á árinu 2023 var 7,9% en gert var ráð fyrir 5,6% hækkun í áætlunum. Slíkar hækkanir á vísitölu hafa mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu allra sem skulda. Veltufé frá rekstri A og B-hluta nam 650 milljónum króna eða 12,8% af heildartekjum. Handbært fé frá rekstri var 727 milljónir króna en í áætlun var gert ráð fyrir 377 milljónir króna og árið 2022 voru þetta 118 milljónir króna. Handbært fé frá rekstri því að aukast 609 milljónir króna á milli ára. Næsta árs afborganir langtímalána og leiguskulda 394 milljónir króna og dugar því handbært fé frá rekstri vel til að greiða það niður. Fjárfestingar á árinu 2023 námu 846 milljónum króna, afborganir langtímalána og afborganir leiguskuldar vegna Sunnumarkar Breiðumerkur nema 391 milljónir króna, lántaka langtímalána hljóða upp á 600 milljónir króna. Skuldaviðmið nam 100% í árslok 2023 en það það skuldahlutfall að teknu tilliti til útreikninga samkvæmt 14. grein reglugerðar 502 frá 2012 en við útreikning á skuldaviðmiði búið að lækka stofnskulda greiðslur lífeyrissjóðsskuldbindinga eftir 15 ár og síðar. Hreins veltufjár og langtímahluta fyrirframgreiðslu til brú fyrir útreikning. Rekstur sveitarfélags samvinnuverkefni og góð niðurstaða ársreiknings Hveragilsbæjar árið 2023 ekki síst tilkomin vegna starfsfólk bæjarfélagsins sem hér þakkað fyrir sitt framlag. Erindi okkar sem að sveitarfélaginu standa að leita kröftuglega að fagmennsku og ábyrgð að leiða kröftuglega að fagmennsku og ábyrgð framsækið sveitarfélag í vexti. Undir þetta rita Njörður, Jóhann Ýr, Dagný Sif, Sandra og Halldór Benjamin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, ég vona Egill gjörðu svo vel. Þetta er ekki löng með okkur, en hún hljóðar svo. Rekstrarreikningurinn fyrir árið 2023 merkjum laus á tekjuáætlanagerð, þar sem verulega munar á áætlun og niðurstöðu ársreiknings á bæði tekju- og rekstrarhlið og munar þar 100 milljónum. Því haldið fram að launakostnaður hafi verið 83 milljónum undir fjárhagsáætlun en sú upphæð að teknu tillit til viðauka ársins sem námu 200 milljónum en launakostnaður því 120 milljónum umfram áætlun í raun. Einnig vekur það athygli að rekstrarniðurstaða ársins á A-hluta einungis 24,6 milljónir plús þrátt fyrir að tekjur hafa orðið verulega umfram áætlun. Má það nefna að framlög jöfnunarsjóðs óvænt 130 milljónum hærri en gert var ráð fyrir. Framlag úr jöfnunarsjóði samtals að hækka 200 milljónir milli ára eða 26%. Útsvarar að hækka 330 milljónir eða tæp 14%. Aðrar tekjur að hækka 132 milljónir eða 10%. Einnig vert að benda á að þegar 3 ára áætlun skoðuð verður að hafa í huga þar vantar skuldbindingar vegna viðbyggingarinnar við Óskaland, leikskólann Óskaland sem eru verulegar. Undir þetta rita Halldór. Takk fyrir þetta Eyþór. Orðið enn laust ef einhver vill tjá sig meira ársreikning 2023. Það alveg ljóst að menn horfa misjöfnum augum á niðurstöðu ársins. Lengi kveðst upp ljós og þá ber ég ársreikning 2023 upp til samþykktar og legg til eins og ég sagði áðan við skrifum undir hann undir lok fundarins. Þess að samþykkja hann gefur merki og ársreikningur 2023 samþykktur samþykkja. Og þá þakka ég Magnúsi kærlega fyrir að koma til okkar og kynna fyrir okkur endurskoðunarskýrslu og ársreikninginn. Komum sjá okkur. Takk fyrir.
Og þá tökum við fyrir annan dagskrárlið þessa fundar sem tillaga bæjarfulltrúa D-listans að gatnagerð við Vesturmörk. Það er spurning hvort að þið viljið fylgja þessu eftir. Alda, gjörðu svo vel. Forseti. Já, bæjarfulltrúi D-listans leggja til að hafist verið handa við hönnun og útboð á götunni Vesturmörk, þann hluta sem tengir Heiðmörk og Þelamörk og Finnmörk. Og ég ætla að lesa greinargerðina. Bæjarfulltrúi D-listans telja að koma sér tíma á tengingu milli Heiðmörkur, Þelamörkur og Finnmörkur með götunni Vesturmörk samkvæmt skipulagi, en sú gata er skilgreind sem tengigata í umferðaröryggisáætlun Hveragerðisbæjar. Gatan Finnmörk er skilgreind sem samgata og annar ekki þeim aukna umferðarþunga sem fylgt hefur þeirri miklu uppbyggingu og fjölgun íbúa sem hefur verið í Kambalandi síðustu ár og þeirri uppbyggingu sem framundan er. Með tilkomu 3 nýrra deilda við leikskólann Óskaland má einnig búast við aukinni umferð gangandi og akandi Finnmörk. Mun þessi gatnagerð við Vesturmörk því létta mjög á Finnmörkinni og leið auka umferðaröryggi sérstaklega við leikskólann Óskaland. Samkvæmt umferðaröryggisáætlun bæjarins er mælt með því að gripið verði til aðgerða til að draga úr bílaumferð á safngötum og greiða fyrir umferð á tengibrautum og er þessi tillaga því einnig í takt við þá stefnu. Og undirrita rita Alda og Eyþór. Takk fyrir þetta, Alda. Við meirhlutinn erum hér með breytingartillögu á þessari ágætu tillögu. Við verðum að lesa hana upp og hún er svo til umræðu og kannski aðeins að fylgja hann úr hlaði. Hér er lagt til að bæjarstjórn Hveragerðisbæjar samþykki að fela bæjarstjóra að hefja hönnun á gatnagerð við Vesturmörk og kostnaðinn þetta framkvæmda. Það er mjög mikilvægt áður við förum af stað að við vitum sirka hvað þetta muni kosta. Og í þessu samhengi er rétt að nefna að það er verið að undirbúa útboð á Tröllahrauni í gatnagerð þar og Tröllahrauni í Kambalandi og það er möguleiki að hengja þessa framkvæmd aftan við það og ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að gera það. En orðið er laust. Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti, já, þetta er bara góð tillaga hjá minnihlutanum og svona í anda þess sem hefur verið rætt að halda áfram í gatnagerðinni. Og eins og þú komst inn á Njörður varðandi að tengja þetta við Tröllahraun, það hefur verið gert hér áður. Þegar við fórum í Þelamörkin og Hólmabrún á sínum tíma þá var þetta gert þannig. Þannig að já, ég styð breytingartillöguna. Kemur óvart, takk. Takk fyrir þetta Jóhanna, Dagný, þetta má ekki svo vel. Forseti. Nú er ég ekki alveg hlutlaus hversu nauðsynlegt það er að koma upp þessari tengingu þarna inn í Kambalandi þarna á bakvið þessar eldri götur því að ég auðvitað bjó þarna alveg upp við Kambalandið þar til núna nýlega og ég veit að það hefur verið svona, það er svona bragur á því að fara inn í Kambalandi og sjá þetta ókláraða svæði sem er ekkert endilega það skemmtilegasta og við höfum alveg talað um það hér við fjárhagsáætlunargerð hvernig sé hægt að koma þessu fyrir inni í áætlunum bæjarins en það var alltaf fyrirhugað bæði á fyrri stigum áður en að við tókum við sem nýr meirihluti og eftir það að hengja þetta líka kannski dálítið saman við þegar að þjóðvegurinn yrði færður neðar af því að þá á núverandi vegur sem að þjóðvegurinn liggur að verða innanbæjarvegur og þannig létta á álaginu inn í Kambalandið með tengingu þangað. Og fram að því að það yrði eða þá að það yrði farið í næsta áfanga í Kambalandi sem í rauninni gatnagerðin er að hefjast vegna núna að þá sá maður kannski ekki alveg fyrir sér hvernig þetta geti komið til góða með því að létta almennilega á álaginu. En auðvitað er það þannig að það yrði þá 2 inngangar út úr gamla bæjarstæðinu og inn í Kambalandið í staðinn fyrir 1 en það verður væntanlega meira nýtt leið og það fer af stað uppbyggingin hérna lengra nær hamrinum. Þannig að ég held að það sé bara frábært ef við getum komist að einhverju lendingu það að hengja þetta þarna aftan við gatnagerðina sem er að fara af stað og þá líka í því samhengi að þá er styttra í að við fáum tekjur af lóðum í þeim áfanga í Kambalandi sem getur þá
aðstofa með eða komið inn í fjármögnunina á þessum kafla því þetta er auðvitað dýr kafli. Það er ástæðan fyrir því að það hefur ekki verið farið í hann fyrr. Og það eru hringtorg og það eru engin hús við þetta götur sem eða lóðir sem að borga götuna upp og ég held að þetta sé bara ágætis tímapunkt til þess að setja þetta í frekari greiningu og maður þakka bara fyrir að koma þessu á dagskrá. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Dagný. Eyþór, hversu? Ég kannski bara takk fyrir þetta, Dagný. Ég minna á þetta með þjóðveginn. Það er bara þannig að það er niður að dragast allt og lengi að þetta þurfti að vera komið í framkvæmd. Og við erum búin að bíða eftir því raunni núna í það sýndi að vera 20 ár að hann færist. Eitthvað svo leið. Ég átti nú reyndar held ég að einhverju leyti allavega þá hugmynd að þessi gat yrði nýtt, þessi Suðurlandsvegur yrði nýtt og svona. Þetta það sé mjög farsæl leið. En ég held samt að við getum bara ekki beðið vegna þess að það er að auka svo mikið álagið á finnmörkina og með tilheyrandi hættu að við verðum að tengja þetta einhvern veginn betur inn í hina götuna. Takk fyrir þetta, Eyþór. Og ég fer hérna aftur yfir breytingartillöguna sem er að samþykkja að hefja hönnun og gatnagerðinni við Vesturmörk og að kostnaðarmeta framkvæmdina. Þá er hægt að taka næstu skref í þessu held ég séum sammála þessu nauðsynlega framkvæmd. Orðið er ennþá laust ef ykkur vill tjá sig þetta. Gjörum svo vel þetta. Forseti, já, ég held að ég verði bara að byrja á að þakka fyrir að það sé vel tekið í þetta og þó það þýðir breytingartillögu þá er það bara á góðu. Það sem vakir ekki síst fyrir okkur er það að fólk sem býr í Kambalandinu að það geti mögulega keyrt þá beint, þurfi ekki að fara fram hjá leikskólabyggðinni þar sem að við komum til með, og við vitum það alveg sem að búum hérna, að það er bara talsverð gangandi umferð leikskólabarna og þau eru á hjólum og alls konar og það er blint horn þarna, eiginlega tvö, annars vegar göngustígur og hins vegar beygjan. Þannig að þetta er bara mjög nauðsynlegt. Bara takk fyrir að taka þessu vel. Takk fyrir þetta, Alda. Og það er ekki fleiri greiðs í hljóðs. Þá held ég að ég beri þessa breytingartillögu upp sem ég las hér áðan. Samþykktar og þessi samþykkt hann ekki ekki. Hún er samþykkt samtíma. Og þá förum við í þriðja dagskrárlið sem er fyrirspurn og bæfulltrúum D-listans vegna kostnaðar við sérfræði lögfræðiþjónustu ársins 2023. Og ég léti ekki fylgja þessu úr hlaði. Eyþór, hversu vel? Já, okkur leikur svolítið hugur að vita í hvað þessi fjármunir hafa farið og við les hérna bara greinargerðina til þess að fólk átti sig á því hvað verið er að spyrja betur. Að það er sem samkvæmt rekstrartölum ársins 2023 kemur fram að kostnaður sem heyrir undir bæjarstjórn við lögfræðiaðstoð hafi verið 6,8 milljónir en áætlun ársins gerði ráð fyrir 2,5 milljónir króna í lögfræðiþjónustu. Þá kemur fram að kostnaður við sérfræðiþjónustu fyrir bæjarstjórn hafi numið 14,8 milljónum en áætlun ársins gerði ekki ráð fyrir sérfræðiþjónustu fyrir bæjarstjórn. Einnig kemur fram að sérfræðiþjónusta við bæjarskrifstofu hafi verið 4 milljónir en samkvæmt áætlun var gert ráð fyrir 2,6 milljónir króna fyrir sérfræðiþjónustu. Þannig að þetta er svona þessi leikur fórhugna á að vita þetta og sama tíma og að viðkomandi algjörlega ólöstuðum að þá erum við að bæta við bæjarritara. Þannig að þetta er veruleg kostnaður sem er lagt í þarna í viðbótar kostnaður við bæjar. Takk Eyþór og ég ætla að gefa Söldur orðið til að svara þessari fyrirspurn, hversu vel? Forseti, það hefur verið faglegt verklag bæjaryfirvalda að leita þjónustu út fyrir bæjarskrifstofur þegar á því þarf að halda og endurspeglar aukinn kostnað vegna sérfræðiþjónustu og lögfræðiráðgjafar bæjarstjórnar og bæjarskrifstofu árið 2023.
Árið 2023 voru mikil umsvif í leiðandi og stækkandi sveitarfélagi, meðal annars í endurskipulagningu stjórnskipulags bæjarins vegna uppbyggingar og framkvæmda og vegna stórra og mikilvægra mála, eins og félagsþjónustunni. Sérfræðiþjónusta bæjarstjórnar var 14.476.000 árið 2023. Sá kostnaður féll að stærstum hluta undir samning við KPMG sem samþykktur var af öllum fulltrúum í bæjarráði þann 3. nóvember 2022 og viðauka við þann samning sem var samþykktur á meirihluta bæjar á 7. desember 2023. Þjónusta sem veitt var á grundvelli þessa samnings var endurskoðun á stjórnskipulagi Hveragilsbæjar. Þar með talið var gerð nýrra samþykkta stjórn og fundarskap bæjarins, erindisbréf nefnda, nýtt skipurit, stefnu bæjarins, innleiðingu hennar og svo framvegis. Að stórum hluta var einskiptiskostnað að ræða vegna ráðgjafar við stjórnskipulag og stefnu bæjarins. Auk þess fellur undir sérfræðiþjónustu bæjarstjórnar á árinu 2023 476.000 sem aðstoð var við mat og áhrifum vegna mikillar fjárfestingar við grunnskólann samanber 67. grein sveitarstjórnarlaga. Lögfræðikostnaður bæjarstjórnar árið 2023 var 6.783.000 krónur. Sá kostnaður varðaði stór og mikilvæg mál hjá Hveragilsbæ, eins og málefni Árhólma, lóðamörk vegna Edenreits, uppkaup landa, félagsmál og ýmislegt annað. Sérfræðikostnaður bæjarskrifstofu var á árinu 2023 4 milljónir. Kostnaður var vegna þjónustu persónuverndarfulltrúa vegna jafnlaunavottunar, lögfræðikostnaður vegna Hamasallar, þjónusta vegna ráðningu bæjarritara og þjónusta við að yfirfara tryggingamál. Og undir þetta rita Njörður, Jóhanna, Dagný, Sandra og Halldór. Takk. Fyrir þetta, Sandra, og við erum þá laust ef ykkur vill ræða þetta frekar eða svara þetta fyrirspurn. Enginn hefur kveðið sér hljóðs og þá held ég að göngum til næsta dagskrármál sem er samþykkt meðhöndlun úrgangs fyrir umræða. Hér er lögð fram til fyrri umræðu samþykkt meðhöndlun úrgangs Hveragerðisbæjar ásamt minnisblaði bæjarrita. Orðið er laust þetta mál, enginn kveðið sér hljóðs. Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki að vísa samþykktu meðhöndlun úrgangs til síðari umræðu. Og þeir sem eru samþykkið þingið það er samþykkt samhliða. Og þá er það 5. dagskrárliður og sá síðasti sem er samþykktu byggingargjöld í Hveragerði. Og ég er lögð fram tillaga að breytinga á samþykktum byggingargjöld í Hveragerði. Og orðið er laust þennan dagskrárlið. Eyþór, gjörðu svo vel. Tekur við nú að koma upp þessu en ég var að spá í þær leiðréttingar sem sjást eða breytingar sem sjást í skjalinu. Ef það ekki örugglega rétt, ég náði ekki alveg að bera saman skjölinn frá því áður og núna. Ekki örugglega rétt að þær eru allar, það eru þær breytingar sem verða að gera. Takk fyrir þetta Eyþór, jú það er rétt, það eru breytingar sem er verið að gera og er verið til skýringar fyrir bæjarfulltrúa að fara yfir og megin breytingin er þarna í 11. grein samþykktanna sem er að vita greiðslufrest á greiðslu hluta gatnagjalds og hluta gjalds vegna sömu byggingarinnar. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég þessa breytingu á samþykktu byggingargjöld upp til samþykktar þar sem við samþykkja henni gefmerki og hún er samþykkt samhliða. Og þá er dagskráin tæmd og við slítum fundi, við slítum ekki fundi en við slítum útsendingu og förum í að lesa